Komið í sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín eru komnar svona tvær leiklistarkonur sem eru nú, í dollu brautryðjandastarfi í leikhúsinu. Setja leikhúsið eiginlega í svolítið annað samhengi en við eigum að venjast. Það er Helga Arnalds, myndlistarmaður, leiklistastjóri. Eiginlega leikhússtjóri og leikhúslistamaður. Takk fyrir. Og Sólveig Guðmundsdóttir, leikkona. Þú ert ekki með eitt svona bólgintitil. Nei, þú vilt bara ekkert að sitja á þig. Já. Þú vilt ekkert sitja að ég sitja á þig titilin brautryðjandi í tilrauna leikhúsi. Já, það má alveg sko. En þetta er annað að gera það kannski. Já. En þið eru allavega komnar til að segja okkur aðeins frá þessu leikhúsi sem heitir 10 fingur og er 10 ára, er það ekki? 30 ára. Nú, 30 ára fyrirgefðu. Já, ég er nú með talna blindu sko. Já, mér átti eitthvað að passa vel 10 fingur, 10 ára. Nei, það er 30 ára. 30 ára. Þannig að þetta er ansi langur ferill. Og það verður svona einhver hátíðardagskrá í Tjarnabíó núna á sunnudaginn. Já, einmitt. Við ætlum að halda upp á þessi tímamót bara með því að fagna svolítið og svolítið gaman að svona halda upp á svona áfanga og við verðum sérst með 2 sýningar. Verðum sýnum lífið sem að við bjögum til fyrir 10 árum. Og lífið drullumall sem er búin til með mold og við erum búin að ferðast með hana heiminn í 10 ár. Í 10 ár, já. Þetta er svona, það er sem sagt Sólveig sem leikur og Sveinn Ólafur Gunnarsson og við fengum grímuna á sínu tíma og alls konar verðlaun. Var ekki 2 grímur? Já, 2 grímur. Fyrir þá sýningu? Já. En hún hefur ekkert, og það er bara ein sýning núna á sunnudaginn. Akkur er bara ein sýning? Er þetta ekki svona orðin dálítið heimsfræg sýning og væri gaman að vera með fleiri sýningar eða gefa? Jú, en að þessu sinni er bara ein sýning. Við vorum náttúrulega með hana í sýningum hérna heima fyrir 10 árum, þegar fremsýndum og tókum hana svo aftur upp og svo höfum við bara aðalega verið svona að ferðast með hana. Þannig þetta er svona ferðasýning. En við ætlum að halda upp á afmæli hjá 10 fingrum með því að sýna þessa sýningu á sunnudaginn klukkan 2. Og ég vil nefna að það er hún Charlotte Böving sem að leikstýrði ásamt mér og við vorum svona 4 að spinna þetta allt og spinna með moldina. Þú ert myndlistakona, Helga, þannig að þú ferð inn í leikhúsið einhvern veginn út frá myndlistinni og blandar svona yfirleitt öllum miðlum dálítið saman eða mörgum, er það ekki? Já, ég hef verið að vinna dálítið mikið út frá myndinni einmitt og svona allavega síðustu kannski 15 árin þá hef ég verið að vinna svona með þessa aðferð að spinna með efni og þá veljum við okkur efni fyrir hverja sýningu og þessi sýning er sem sagt úr mold og svo gerðum við skrýmsli litla systir mín sem var frumsýnd í Norræna húsinu 2012 og hún var úr pappír. Svo gerðum við stúlkan sem stöðvaði heiminn, hún var frumsýnd í Borgarleikhúsinu og var gerð úr plasti. Og svo er þessi sýning sem verður líka sýnd á sunnudaginn sem heitir Líkaminn er skál og hún er gerð með leir. Þannig að við erum svona alltaf að spinna með efni og vinna mjög mikið út frá myndrænu hliðinu og lífið til dæmis er án orða. En það er mikil orð og texti líka og tónlist. Er það ekki skrýmsli litla systir mín, það þekkja þar og margir Íslendingar að því að eiginlega öll leikskólabörn hafa hlustað á tónlistina, lesið bókina. Já. Og margir hafa nú séð sýninguna, er það ekki? Það var þannig að við gerðum sýninguna fyrst og Ævör Pálsdóttir gerði tónlistina við sýninguna. Svo langaði okkur til að gefa út tónlistina og þá ákvaðum við að gefa út bók með tónlistinni og og fengum hana Bjarkadóttur til að myndskreita. Og þessi bók hefur verið mjög vinsæl á leikskólanum mitt og að því að það fylgdi líka svona hljóðdiskur og þannig að það er einmitt mjög margir krakkar í dag sem kunna bara
bæði alla söguna og alla tónlistinu utabókar. Já, ég held svona börn hafi það er svo maður hefur hitt svo marga krakkar sem hafa fengið þetta dálítið á heilan og þetta hefur verið notað skilst mér til þess eins og svona til einhvers konar valdeflingar eða svolítið svona á sálfræðilegu miðum svona eins konar listterapi það ekki? Já, þetta var þannig að sonur minn, hann var það bil að fara að eignast litla systur og hann sagði við mig að hann þekkti strák og það væri ekki hann en það væri semst annar strákur sem að hefði eignast litla systur sem var skrímsli og hún borðaði mömmu og pappa og mér fannst þetta svo frábær bara tjáning á þessari tilfinningu að því hann var náttúrulega búin að vera bara prins í 5 ár og var hrættur þetta að missa svolítið mömmu og pappa og sem auðvitað alveg svolítið rétt. Það svolítið það sem gerist að athyglin færist svolítið yfir. Hann missir sína sérstöðu. Sína sérstöðu, já. Og síðan fórum við og ég ákvað að gera leiksýningu þetta og þá fórum við að skoða svona líka hvernig hann getur síðan lært að elska þetta litla skrímsli sem er komið þarna og þannig við tókum þetta alla leið og létum hann að því að hann hafði nefnilega líka sagt mig að hann hefði helst vilja skil henni og þannig að við fórum að veltaði fyrir sig hvert fer maður þá með hana til að skil henni og þannig að við fórum alla leið með það í sýningunni að hann fer bara og allar skil henni til Guðs og á leiðinni lenda þau í alls konar ævintýrum og hann lærir að metana og finnur svona meira. Þannig að já og einmitt það eru náttúrulega mjög mörg börn sem geta sett sig í þessi spór og ég var að lesa þessa bók fyrir litla frænda minn sem á litla systur og svo söngi þarna eitthvað af þessum lögum og hann alveg, þetta svo viltu syngja þetta aftur, þetta fallega við þurfum að læra þennan texta saman og svona alls konar heimspekilega vangaveltu bæði textan og þetta og það sem er náttúrulega einkennandi fyrir þína sýningar eru líka að þær eru bæði svona lokal en líka svo global, það eru börnum allan heim sem eru með þessar hugsanir og þú veist, að elska en vil ekki missa og einhvers konar, þetta er svona einhvers konar vettvangur þá fyrir tilfinningatjáningu sem að þú ert að búa til svona, og virkja börnin með einhvern veginn, af því að einmitt þau eru ekki bara að horfa á sýninguna heldur eru þau sjálf síðan að syngja með, læra það er aldrei kannski það sem maður finnur að mikilvægt. Svo hef ég líka oft verið með í þessum sýningum eins og þarna, það er mjög oft einhvers konar framhald af sýningunni, þannig að þau til dæmis þarna eftir skrímslið þá fengu þau að búa til svona pappísdreka sem að þau fóru með heim og í lífinu þar eru við með lítið svona box sem að þau fá að fara með heim með frægi og svo getur farið og vökvað og þannig heldur lífið áfram. Heima í gluggakistu. Og í líkaminn skál þá erum við oft með svona leirsmiðju á eftir, þannig að fólk býr sér til sína eigin skál. Þannig að við erum svona svolítið að líka bara þannig að þú upplifir þetta svolítið líkamlega eða svona eiginlega bara einhvern veginn tengir betur. En mér finnst þetta nefnilega svo vera áhugavert í þínum sýningum og ykkar. Það er þessi svona þáttaka svolítil, óbeina, barna og fullorðina. Því nú er þetta nú ansið svona aldurslaust og fyrir marga aldurshópa. En þessi gamli galdur með brúðuleikhúsi til dæmis það sem að þú eiginlega bara upplifir eitthvað algjöran galdur þetta undarlega að einhver dúkka sé sem sagt lifandi það eitt er náttúrulega bara eitthvað stórkostlegt en svo er hitt líka að einhvern veginn fá að taka þátt í því mér finnst einhvern veginn eins og það hljóta að vera svolítið mikilvægt í dag að því það er svo mikið afþreyingarefni fyrir börn og þessi galdur þau náttúrulega horfa svo mikið af teiknumyndum og svo mikið af góðu efnisosum þannig að það þau komist einhvern veginn í snertingu við efnið og snertingu við söguna og tónlistina og þannig að það er eins og það kannski, er það ekki dálítið mikilvægt svona? Og að það kveiki kannski í einhverju svona kveiki í þeim að fara að skapa
ég vissi það til dæmis eftir skrýmsli að þá fóru þau mjög oft heima og voru að teikna að því ég að teikna í sýningunni og það svona eitthvað skemmtilegt við það einmitt að þetta lifi áfram í þér einhvern veginn. En þú lærðir nú brúðuleikhús svona klassist það ekki í nokkur ár? Já, ég fór til Barcelona, var þar í 3 ár og lærði með skuggaleikhús og svona brúðugerð og bara alls konar tækni. Og það, mamma þín brúðuleikhúskona, það ekki? Jú, ég náttúrulega ólst upp við þetta, hún var í leikbrúðulandi. Já. Og ég svona sé það, þú veist, að því ég hef verið svolítið skoða svolítið núna á þessu tímamótum, bara alls konar efni og maður sér alveg svona hvernig ég svona byrjaði á svona svipuðum slóðum og hún hafði verið. Viltu segja okkur hvað hún heitir? Hún heitir Hallveig Thorlacius. Já, Hallveig, ég held að þekki hana nú mjög margir. Já, algjörlega. Og hún var náttúrulega í þessu í mörg ár og var bæði hjá leikbrúðulandi og svo stofnaði hún sitt eigið leikhús sem hitt Sögusvundan. Og hún var mikið að ferða svona í leikskólana og segja sögur og einmitt mikið í þessu svona láta börnin taka þátt og allt þetta. Og og þannig ég auðvitað bara, ólst upp í þessu umhverfi. Og en svo auðvitað fer maður bara að finna sinn eigin stíl og ég fór í myndlistina og þá fer þetta að fá svona pínu annað yfirbragð eða svona, þú veist, maður fyrir að kanna önnur mið. Já. En þú Sólveig, þú kemur inn í þessar sýningur og ert þá bara búin að vera að túra eiginlega heiminn. Já, sko við kynnumst fyrir svona kannski 12-15 árum, eitthvað svo leiðis. Þegar við vorum að gera skrimsli. Já, þegar við vorum að gera skrimsli, litla systir mín, og þá kem ég inn í það sem að bara sjá sko kynningarmál fyrir þegar var aðeins búin að vinna með Charlottu á undan og svona. Og náttúrulega alveg heilluð af þessari sýningu því að hún hafði séð aðrar sýningar hjá þér áður og svo förum við svona að spjallum hvað væri spennandi að gera og ég var með eitthvað bók og fannst eitthvað spennandi að gera barnaleikrit dauðan og hún stingur upp að hann hvað með að nota mold og þá svona vindur þetta svolítið upp á sig og við fáum styrk hjá Sviðslistasjóði til að setja upp sýningu dauðan fyrir börn. En svo mikið líf í moldinni að þetta breytist eiginlega í það að verða sko lífið og þróunina og alls konar svona spennandi stórar hugmyndir í mjög svona lítilli kjarnaðri sýningu samt, en samt svona risastórt umfjöllunarefni. Og það er náttúrulega sem er svo spennandi við þessa vinnu og merkilegt við þetta afmæli til dæmis að það er ekki sjálfsagt að sjálfstætt leikhús starfi í 30 ár. Það er alveg bara svolítið magnað sko. Að haldi áfram mikla þrautsegju og þú veist og kraft og líka sé alltaf samt svona endur uppgötva sig og halda áfram með það sem kveikir í manni. Þannig að það er rosalega spennandi að þú veist fylgjast með því og þetta er svolítið svona merkileg tímamót. En þú hefur líka verið svona duglega að vera í svona það ekki tilraunum og sko verið Tjarnabí og ekki bara í einhverju svona sem kallast mainstream leikhúsum. Já, einmitt. Trúur á það svona að það þurfa að vera sína þessa þrautsi að þurfa að vera þessi svona sjálfstæðu leikhópar. Já, algjörlega og það er það sem að öll svona nýsköpun gerist að mestum hluta gerist nýsköpunin í leikhúsi í sjálfstæðum leikhópum og þessun er bara sá stuðningur sem að leikhópar fá frá ríkinu og alveg ofboðslega mikilvægur og Tjarnabí er ofboðslega mikilvægur staður. Þannig að og öll svona þú veist eins og allt sem að þú hefur gert þetta allt nýtt íslenskt leikhús. Þú veist þarna er verið að skrifa og búa til og tengja saman mismunandi listamenn líka og taka smá svona áhættu. Það er kannski öðruvísi rými fyrir stóru leikhúsum til að taka svona áhættu en þau eru samt farin að vinna miklu meira með sjálfstætt starfandi listamönnum líka og svona þannig að þetta ég held sér mjög gott að blanda þessu bara. Já, en það er mál manna svona að það sé kannski ekki alveg nógu mikil skilningur svona hjá einmitt styrk veithendum að hvað skiptir máli að
halda þessu leikhússtarfi áfram. Já. Að maður alltaf gera betur sko. Já. En eins og fráfarandi menntamálaráðherra og menningarmálaráðherra, hún Lilja, hún gerði þetta rosa vel, hún alveg hækkaði listamannalaun sem að hefur bara hjálpað mjög mikið og vonandi bara heldur það áfram. Að þetta sé sko að það sé viðurkenning á þessum störfum að þau skipta svo miklu máli. Þetta allar bækur, þetta allt bókmenntir, allt listafólki okkar, sjónvarpsþættir, það allir sem sitja heima og horfa á Vigdísi þessa dagana og eiga pínu þátt í þessu, eiga pínu part í þessari sögu. Þetta okkar saga. Ég að pæla í hvort að þið komum með pínu stuttmynd sem að þið letu gera í tilefni af afmæli leikhópsins 10 fingur 30 ára afmælinu sem sé og þetta svona pínu til kynningarmynd eða svoleiðis. Ég var að pæla hvort að við mættum kannski bara sína hlustendum eða sem sagt sína áhorfendum og svo eru líka útvarpshlustendur að hlusta okkur og það tal með þannig að Þetta var þannig að út af þessu afmæli þá ég að grafa upp alls konar efni sem að gamalt efni og þá fann ég þessa spólu með þætti úr, það var semst Kristall. Sigríður Guðmundsdóttir var að gera smá innslag Ketilssögu Flatnefs sem ég hafði þá nýlega gert og þar komu góðu gestir. Tjáðu sig. Fáum að horfa á þetta í smá stund. Helga hinn dæmigerði einyrki í leikhúsinu. Hún hefur allt frumkvæði að sýningunni, semur handritið, býr til brúðurnar, stjórnar þeim, setur upp leikmyndina, stjórnar tónlistinni og pakkar saman að sýningunni lokinni. Helga kannski svolítið töframaður, kannski, finnst mér. Mér fannst stundum ég vera á töframanna sýningum sem hún gerir það sem maður heldur að sé ekki hægt að gera. Þarna sáum við meðal annars Ingvar Sigurðsson sem ansi ungur og minnir okkur náttúrulega á son sinn sem núna á í Borgarleikhúsinu að leika og hann nefnir þarna hvað þetta sé mikið ævintýri að fá að vera í þessu leikhússtarfi, þetta sé svona öðruvísi en annað starf og hann kallar þig galdramann og svona, var hann ekki að meina þá að þetta væri svona, hann hefði bara ekki trúað hann hefði kannski ekki beint trú á það í byrjun að þetta myndi ganga upp. Já, sko hann var ekki að vinna þar í þessari sýningu, hann var að tjá sig þessa sýningu Ketilssögu Flatnefs og var að tala hvað hann væri miklu töfrar. Ég held hann sé að tala sko að þetta leikhús, það vegna þess að sko brúðuleikhús, það svo oft bara fyrir börn og það svo allt önnur lögmál. Við vitum alveg hvað manneskja getur gert. Við vitum hvað mannslíkaminn getur gert. En þegar þú ert með þetta form sem svona myndrænt leikhús, þá getur í rauninni gert allt. Þú getur einmitt framkalla töfra. Og ég held hans ég svolítið að tala það að það svona þú ert að horfa og þú veist ekki hvernig sumt gert og það einhvern veginn svona tekur þig eitthvað annað heldur en kannski svona venjulegt texta leikhús og það það sem ég finnst svo skemmtilegt við sko að blanda saman hefðbundnu leikara leikhúsi og síðan svona myndrænu svona myndleikhúsi eða brúðuleikhúsi, það getur líka verið alveg án þess að vera með brúður eins og við erum að vinna með oft pappír eða plast eða eitthvað sem lifnar við og það eru töfrar sem að gerist eitthvað sem að býst ekki við að geti gerst eða kemur hann á óvart og það það sem að hann held ég að Vilt þú svona síður segja brúðuleikhús eða finnst þér þá svona sko mér finnst alltaf að tala brúðuleikhús en það bara svolítið svona hvað maður að segja það svona minkar svolítið
að því að þú veist í hugum fólks þá brúðuleikhús bara brúður og ég svolítið komið frá því að nota brúður en ég að nota þessi grunnelement úr brúðuleikhúsinu þar sem eitthvað að lifna á sviðinu fyrir töfra þessa miðils án þess að það séu fyrirfram gerðar brúður. En ekki svolítið búið að á einhverjum ástæðum hefur svona það svolítið smættast eða þrengst þessi svona skilningur okkar á brúðuleikhúsi svona eins og kannski bara það svo mörg form eða listform sem að við erum svo duglega að segja þetta sé fyrir fullorðna, þetta fyrir börn, þetta fyrir þetta fag og þú mátt ekki blanda saman og svo á okkar tímum dálítið mikið verið að einmitt blanda upp og nýtt og gera svona tilraunir til þess að sprengja af sér þessa svona bókasaps kynningar en að því að maður hugsar sko það búið að vera að skrifa kannski endurskrifa sögu dataistana sem voru þarna í byrjun eða eftir fyrra stríði heimstyrjöldina í Evrópu, það var svona listamenn sem komu saman og hafði svolítið mist trúna á venjulega listtjáningu svona og að þyrfti einhvern veginn að gera einhvern veginn öðruvísi og þá kemur ljós fast mér ég hafði ekki vitað sko hvað einmitt brúður voru brúðuleikhús var svona stór þáttur í þeirra tjáningu sko og alltaf blandað við einhvern veginn bókmenntir og akkurat og þetta þetta bara listmiðill og kannski í hugum okkar þegar við tölum þetta sé svona að hafi smættast þetta fylgir oft ef að eitthvað fyrir börn og það segir auðvitað svolítið mikið það hversu mikla virðingu við berum fyrir börnum að okkur finnist eitthvað sem fyrir þau ekki eins merkilegt. En þetta auðvitað bara miðill sem að höfðar mjög sterkt til barna en getur auðvitað höfðar mjög sterkt til fullorðna líka og eins og þú segir að í gegnum söguna þá var þetta ekki alltaf þannig að þetta væri bara barnamiðill. Nei og stundum með svona pólitískur að miðaldum nota svona sem eiginlega í svona ritskoðunartímum líka þá var hægt að raunverulega láta einhverja brúður segja eitthvað sem var ekki hægt að sækja fyrir rétti. Við höfum alveg lent í því líka þegar við vorum í Kína að þá ætluðu að fara og vorum að sýna lífið sem sagt í fyrsta skipti farið þarna tvisvar að þá sko ætluðu þau að fara að byrja svona þess að ritskoða sýninguna og það voru svona vissir hlutir í sýningunni sem að þau voru hrædd við að börn sæju og við rættum þetta bara við þau og fórum svolítið djúpt yfir þetta og svo voru þetta atriðin sem að áhorfendur voru bara mest að missa sig yfir og fannst mest spennandi og vakti sko stærstu viðbröðin líka hjá fullorðna fólkinu þannig að þú veist þetta alveg þetta svolítið magnað. Já og ég meina eins og í Austur-Evrópu þá við vorum nú að vinna með leikhópi sem heiti Drag leikhópurinn og einmitt brúðuleikhús og þau voru allan þennan tíma sem að Tékkland var undir ritskoðun og að þá voru þau að setja upp barnasýningar sem voru alveg hápólitískar en það var í rauninni aldrei hægt að koma fingri á það hvað þau væri að segja en myndin gat sagt svo mikið án orða og svo náttúrulega í gamla daga þá var meistari Jakob hann eiginlega það byrjaði sem sko svona út á torgunum listamenn sem voru með ádeilu þetta var ekkert fyrir börn þetta var bara einmitt brúðurnar brúðurnar gátu sagt hvað sem var og þau gátu kýlt lögguna eða yfirvaldið og barið með þannig þetta byrjar brúðuleikhúsið. Og svo það svona aðeins dreiður í tennurnar eða svona tilheng til þess til þess að höfða til barna og kannski einmitt börnum ekki alveg treyst fyrir eins og þú ert að lýsa í Kína menn ekki treyst börnum en svo reynast börnin kunna mest að meta þetta sem aðeins ögrandi kannski og jáfnvel lítur að vera pínulítið ögrandi bara hreyfingar ykkar í þessum sýningum og drullan og drullumallið bara það lítur að vera einmitt kannski fyrir fín leikhús svolítið það ekki?
Ögrun? Jú, við náttúrulega bara, þú veist, við byrjum alveg bara í hreinu hvítu rými og svo sprengir sýningin sig alveg og leikararnir ganga, við göngum alltaf alla leið í þessu og það ógeðslega gaman að horfa á það og það ógeðslega gaman að sýna þessa sýningu sko á mismunandi stöðum í heiminum að því að það rosa svona ólík upplifun, til dæmis eins og í Kína þá fannst þeim svo erfitt að við værum sko að smakka moldina og það má alls ekki og jörðin kannski eitthvað svona skítu eða eitthvað, þú veist, eitthvað efni í henni sem að eitthvað svo hræðsla við það en svo á Möltu þá sko var lesturinn á sýninguna svo mikið út frá sko kaþólsku trúni og hvernig þau upplifðu þetta og fullorðnum fólki þar var svo mikið að tala það og fólk situr alveg og grætur og hlær og Japan var mjög mikið sko af því að þetta þetta líka, þú getur lesið þetta svolítið sem heimstyrjöld líka og þau eru þarna og þar var einmitt á fyrstu sýningun okkar, það var alveg bara fullt af fullorðnu fólki sem hágrét í lokin, því það var bara að tengja við sína upplifun á stríðsátökum. Já, svo erum við Kýpur núna síðast og það náttúrulega 2 þjóðir á einni lítilli eyju og þar moment sem að við erum svona skipt upp heiminum og það var allir bara, horfðu bara, já, þetta bara alveg eins og hér, þú veist það svona, þetta svo stór sýning í í þessari svona hreinu nána umhverfi. Og það svolítið svona það sem að mér finnst skemmtilegt við þetta að vinna með efni og það einmitt þetta að þú getur búið til eitthvað sem að áhorfandinn getur fyllt svo mikið upp í með sinni reynslu. Þú veist, þú horfir á eitthvað sem að þetta svo opið, þetta svona opið tungumál. Ef við kannski fá að sjá þær önnur lítil stuttmynd bara með svona glefsum úr sýningunum og það ekkert hljóð í því þannig að útvarpslustendur því miður fara á mis við þessar glefsur en það náttúrulega hægt að sjá á netinu samt ekki svona kynningar ef að menn bara leita að 10 fingrum og jafnvel skella inn öfnum ykkar Helga Arnalds og Sólveig Guðmundsdóttir þá koma nú upp ýmis myndskeið en ef að Pétur tæknimaður til í að sitja og hafa bara undir spjallin okkar þessa litlu glefsu mynd. Já, hérna sjáum við úr þessum sýningum sem eru núna bara sýningarnar verða núna sunnudaginn. Á sunnudaginn, já. Þetta bæði sýning í lífið sem við vorum að tala og svo nýjasta sýning leikhússins sem heitir Líkaminn skál og gerð með leir og hún verður sýnd klukkan 6 og hún svona meira stíluð á fullorðna. Þetta við köllum þetta dansverk með leir og hún Valgerður Rúnarsdóttir með mér í sýningunni og við erum þetta svona svolítið í framhaldi af því að ég lendi í krabbameinsmeðferð og talandi að leikhúsi sé heilandi að þetta var svona svolítið kannski mín úrvinnsla úr því og en samt ekkert svona mín saga en þetta bara auðvitað allir þekkja það að lendi í áföllum eða þegar einhvern veginn það svona þekkja það flestir að eitthvað kemur fyrir sem að tekur svolítið svona jörðinu undan fótunum á manni og þetta svolítið svona þá upplifun. Já, segir hann einmitt í kynningateksta svolítið flott að þessar rútínur sem að við framkvæmum svona dagstaglega kannski ás að taka eftir því og svo það ekki fyrir en að eitthvað kemur upp á annarkvort andlegt eða líkamlegt áfall sem að þá þegar það er okkur ekki lengur tiltækar þessar rútínur. Akkurat, já, þetta svona þessi rytmi og í raunin þetta svolítið svona abstrakt í sýningun og þetta svona þessi rytmi í bara í náttúrunni og í himintunglunum og svo þetta í okkar lífi og bara þessi einmitt eins og þú segir, þú veist bara þetta vakna og fara í vinnuna og busta tennurnar á kvöldin og allt þetta sem okkur finnst bara algjörlega sjálfsagt, það allt í einu ekki sjálfsagt og það svona kannski færi manni svolítið nýtt sjónarhorn á lífið sitt og mann sjálfan. Þannig að þú ert alveg á því að það ákveðin svona terapía fólkin í leikhúsinu, allavega leikhús af þessu tægi eða hvað? Já, ég myndi segja það bara öllu leikhúsi held ég og bara allri listsköpun.
hvort sem varst að njóta hennar eða að búa hana til. En það er auðvitað alveg áberandi að þegar maður lendir í svona áfalli, þá það var þá sem að leirinn kom einhvern veginn inn í mitt líf að ég byrja að vinna með leir og það voru, ég er þarna í ljósinu og þar eru boðið upp á sem sagt svona leirvinnu og maður sá bara hvað þetta var nærandi. Það sóttu allir í þetta, fara í leirinn og bara það að snerta leirinn og bara vera að búa eitthvað til og skapa eitthvað. Það gerir bara svo mikið fyrir okkur. Þannig að já, það er algjörlega. Og þessi jörð, þannig að og jörðin, drulluna og leirinn, þetta er svona, já, það er einhver jarðbinding svona í þessu. Í þessu, já. Leikur og jarðbinding svona. Já. Og á þessari hátíð á sunnudaginn, þá er sagt, lífið sýnt 2:00. Svo erum við með smá súkkulaði köku og smá afmælispartí og svo verður nú Sigríður Jónsdóttir sem er forstöðumaður leikminjasafnsins. Hún ætlar að spjalla hans við mig og það verður smá farið yfir söguna. Það er spennandi, það er nú alveg sérlega svona klár og skemmtileg kona. Já, algjörlega. Og er svona með flotta hugsun í skráningu einmitt á skapandi starfi á Íslandi. Já, hún er að gera alveg ótrúlega spennandi hluti þarna með leikminjasafnið. Og hún ætlar sérst að safna saman öllu því sem hægt er 10 fingur og búa til bara einhvern svona fæl hjá sér og sem er bara frábært og það er bara svo ótrúlega góð tilfinning að það verði einhver staðar hægt að ganga að þessum upplýsingum og svo eftir sem sagt þetta spjall þá verður líkaminn skál sýnt 6:00. Já. En það stendur að þessi fullorðinsýning, en mega börn koma? Algjörlega, já, hún er án orða, eða svona nokkurn veginn og er með tónlist sem að ég var að vinna þetta með manni sem heitir Matti og Fargjón og hefur unni mikið með dönsurum og er tónskáld og hann sem sagt gerir tónlistina við sýninguna og svona kemur inn með svona svolítið ákveðna og þar einmitt eins og við erum að tala um að maður er alltaf að breyta til og svona prófa nýja hluti að hann er sem sagt með svona ákveðna aðferð við að semja hreyfingu eða dans og við erum sem sagt að nota það í þessari sýningu. Þetta er bara alveg verulega spennandi að fá að taka þátt í þessu með því að koma á sunnudaginn Mikil veisla. Við erum alltaf skorum á ykkur að vera með fleiri sýningar kannski ef möguleiki er það er alveg í framhaldinu einhver staðar möguleiki. En áður en við hættum í dag, tíminn er nú að hlaupa frá okkur svona, við kannski fáum að sjá síðustu smástikluna áhorfendur og ekki hlustendur sem sagt, það er þá bara svona, já, það er svona sögulegt svona úr fyrri sýningum ef að þú ert til í að setja það svona rétt undir lokin Pétur á meðan að mér langar svo að spyrja því næst er ég að fara að tala um Grænland og það eru nokkra myndir þarna held ég frá þar sem ég var einmitt með námskeið í Grænlandi og fór með sýningar einmitt til Grænlands. Ok, já, mér langaði að spyrja þú varst með hvað nokkrar sýningar og smiðjur eða hvað í Grænlandi? Já, það var fyrir dálítið mörgum árum þá við erum búin að fara ég held ég að fara allavega 3 ef ekki 4 til Grænlands með sýningar og með námskeið og var með skuggaleikursnámskeið og við fórum þarna bæði suður eftir og alveg upp í diskóflóa þannig að það var algjört ævintýr og þá vorum við með grænlenska leikara vorum með hvað heitir hún leikhús þeirra Sisi, nei nú man ég ekki allt innu hvað heitir, en allavega þau eru með leikhús og menntað leikar og þau sem sagt komu með okkur inn í sýningarnar og töluðu á grænlensku og við gerðum svona myndræna hlutan og ferðumst þarna út allt og þetta er þetta bara, þetta er svo merkilegt að þessi þjóð sem er þarna bara alveg við hliðina okkur. Þetta er ótrúlega ríkt svona menningar
menningarlega, það er svo rík menning þarna, en við þekkjum þetta svo lítið og þau, mér fannst bara svo merkilegt að koma þarna og uppgötva þetta svona spennandi samfélag sem að við einhvern veginn vitum svo lítið af og sérst að það sé ekki með einhvern veginn meiri samvinna, meiri tenging og til dæmis ég veit ekki, ég hef ekki alveg fylgst með því en mér finnst því svo Íslendingar hafa ekkert sagt núna þegar að Trump og svona hans eitthvað svona hálfgert að hóta því að taka þetta land svona undir sig og líka náttúrulega Danir eru þarna með þetta land sem sína nýlendu og Íslendingar hafi held ég ekkert mikið eitthvað verið að Nei, að því maður finnur það alveg að grænlendingar líta upp til Íslendinga og vilja reyna að fara sömu leið og við, eða allavega urðu við vara við það að því við náttúrulega vorum líka dönsk nýlenda og gátum losað okkur undan því og maður fann alveg að það voru margir sem að litu á okkur sem svona einhverja fyrirmynd og algjörlega áhugi fyrir miklu meira samstarfi og þetta var allavega bara ótrúlega mikið ævintýri og skemmtilegt að fara þarna á. En það ekki með svoleiðis að þegar að eitthvað sem kannski heitir saklýsisleg hvatning til tilfinningatjáningar sem sagt kemur í kjölfar góðrar leiksýningar til dæmis með börnum og fullorðnum að það aldrei að vita hvar það endar það getur líka bara endað í uppreisnar gjörnum röddum sem að koma fram og krefjast sjálfstæðis. Já, nákvæmlega. Þannig að þið þurfum kannski að fara þarna aftur núna og svona einhverja valdeflingu til þess að vera á móti bandarísku. Já, algjörlega. Og þetta leikhús sem að þau voru með þarna, það var einmitt svolítið mikið svona samasemmerki á milli að því þau voru svo mikið að fara tilbaka og finna þeirra menningu eins og þessa trumbusláttin og grímurnar og þau eru svo mikið að vinna með þetta og í því felst líka þessi sjálfstæðisbarátta. Þannig að þau eru svo mikið svona að endurvekja og það er alveg þessum leikhópum að þakka að það hefur verið svona svolítið endurvæki. Já, svona sjamanismen einhvern veginn ef tengist leikhúsinu, náttúrulega ritjólunum og leikhúsinu. Já, og þessi leiksýningar hjá þeim, þetta var auðvitað svona gjörningar eiginlega þar sem að var verið að hræða börnin mátulega mikið til að þau gætu tekist á við það til dæmis að standa bara frammi fyrir íspilni eða og panikir ekki. Þannig að þetta eru svolítið svona hræðilegar sýningar eða svona, þú veist, þau eru öll svona máluð og eru svona svolítið mikið að fara upp að börnunum, þú svona mjög nálagt og svona bregða þeim og ég mani með þetta, ég var einu svona festivali þar sem við vorum að sýna þetta svona norrænt festival og þar var svona grænlensk sýning og það voru svona norrænir leikhús sérfræðingar sem voru svona að ræða þetta og eftir og voru eitthvað svona að ritskoða þetta svona bara, já, er þetta sniðugt að vera að ræða börnum mikið og hefði ekki mátt stytta þetta hans og hefði ekki mátt gera þetta öðru sig og ég mani með þetta grænlendingar það sátu svona og voru bara að horfa og bara hvað er hann að tala algjörlega mist af því sem skiptir máli já, akkurat og hvaðan þetta kemur og hvað merkingu þetta hefur og þetta eru ekki bara barnasýningar, þetta er bara svona gjörningar eiginlega eða svona En finnur það ekki svona einmitt á 30 ára afmæli og þú ert svona komin í samstarfi arfleiðina þar að segja svona skrásetninguna og þessu og svo hefur gefið leikmyndir líka í skóla og svoleiðis til þess að leikmyndirnar er ekki og propsið fá nýtt líf svona en mætti halda þú vera að hætta? Sko ég er alltaf að hætta, ég er búin að ákveða að hætta alveg ótrúlega oft, svo held ég alltaf áfram, þess vegna þetta komið 30 ár. En af hverju ætlar að hætta? Ég ætla ekki að hætta endilega. Nei, af hverju hefur ætlað að hætta? Af hverju hef ég ætlað að hætta? Ég bara prófa eitthvað nýtt, ég er svo ofta að hugsa að fara bara í eitthvað allt annað. Þegar ég fór í myndlist, þá var ég búin að ákveða að hætta í leikhúsinu og fara bara í myndlistina, svo þegar ég var búin að læra þá einhvern veginn bara endaði ég alltaf inn í leikhúsinu aftur. Núna leirinn að kalla á mig og ég var í fyrra eitthvað svona að hugsa já, nú þarf ég bara að búa til pláss fyrir nýtt og fórum þetta að gefa leikmyndir og búa til pláss á vinnustofunni.
og svo náttúrulega gerði ég eina sýningu í viðbót og var með sér komin upp á svið. Þannig að hérna... Svo þetta kannski þegar maður klárar eina sýningu þá bara, jæja, þetta var fjall, ok, nú fer ég og gera eitthvað. En svo þegar hugmyndir koma til manns, allavega svona eitthvað sterkt, þá maður bara, það er svona eins og það takir sér eitthvað bólfestu og maður bara þarf að klára þær. Það fara ekkert. Það er rosalega krefjandi. Já, og þá maður bara, ok, sækjum styrk fyrir þessu. Eða, þú veist, fara að reyna að finna fólk til að gera það með sér eða eitthvað. Akkurat, nákvæmlega. Þannig að maður oft bara þjóna einhverju allt öðru. Andsetur bara af hugmyndunum. Ég upplifði þetta svolítið þannig. Algjörlega úrvinda í lok sýningana en byrja þetta aftur. Já, þannig að tekur alveg á að búa til sýningu frá, þú veist, grunni. Og framleiða. Við vorum með svolítið mikið að vinna með þetta núna í síðustu sýningunni að því hún var nú svona svolítið út frá kannski svona, þú veist, erfiðum stað og ég var auðvitað bara rétt að koma upp úr þessum veikitum, þannig að þá vorum við svolítið mikið að vinna með þetta, hvernig getum við gert sýningu án þess að verða svona úrvinda. Getum við gert þetta og haft ferli þannig að það sé bara algjörlega nærandi og við getum Ég vona að svari sér já. Mér fannst það allavega, sko, svo reyndar á síðustu metrun, þá bara missum að, þú veist, það er bara, en svona framan af, þá var þetta bara mjög nærandi. Þegar maður finnur að það þarf að setja eitthvað ekstra sem aðeins að, gefa eitthvað ekstra í. Já, það bara alltaf gangu, sko. Þannig, og margir saman og vera einmitt metnaður alltaf að blanda mörgu saman. Kæra þakki fyrir að koma til okkar og til hamingju með afmælið. Takk kærlega fyrir. Og takk fyrir starfið og leiksýningarnar og ég hvet alla til að fara á þessar sýningar á sunnudaginn í Tjarnarbíói. Dagskráin hefst klukkan 2, skilst mér, og seinni sýningin er klukkan 6. Hægt að nálgast upplýsingar á netinu. Leikhúsið heitir 10 fingur. Miðarfast og Tix. Og hér er Sólveig Guðmundsdóttir, leikona. Helga Arnalds, myndlistarkona, leikhúslistamaður, brautryðjandi í annars konar og þið báðar eiginlega má segja. Þið svona haldið upp í merkjum svona annars konar leikhús á Íslandi. Kæra þakkir fyrir að koma og áhorfendum og hlustendum þakka ég fyrir að vera með okkur hérna og þakka Pétur fyrir ekstra snúninga með myndefni og fyrir að flytja þetta yfir til ykkar. Við höldum áfram eftir smástund. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.